fjárhagslegu hruni. Þá kom í ljós að það var engin einstaklingur eða flokkur sem ætlaði sig að taka ábyrgð á þessu og þetta ábyrgðarleysi kallaði fram hina örvæntingafullu búsáhaldabyltingu. Svo ætluðu menn sér að græða á hruninu, businessmenn ætluðu að komast í stöður og stjórnmálamenn ætluðu að hámarka gróða sinni eða lámarka eftir atvikum. Þannig að menn voru eins og spákaupmenn myndi í hruninu, bæði viðskiptamenn og stjórnmálamenn og tóku stöður í staðin fyrir að leysa verkefni. Og þetta risastóra verkefni sem hefði átt að kalla fram þjóðarsamstöðu á sínum tíma vegna þess að það var svo stórt, það kallaði því miður fram sundrungum, menn réð ekki við þetta og þessi stjórnmál, hefðbundnu stjórnmál, þau soguðust niður í spíral, niður á það plan sem við sjáum fyrir okkur í dag. Þetta er mjög hryggilegt. Og flokkakerfið náttúrulega þvælast ansi illilega fyrir þarna, eins og við þekkjum. Flokkakerfið hefur ekkert endurspeglað raunveruleika á Íslandi mjög lengi. Það er bara staðreynd. Og það sem er kannski hættulegast, og ég er nú ánægður með það að geta vitnað í sjálfa mig fyrir 5 árum þegar ég benti á það yrði að setja fulltrúa lýðræðinu skorður á þann hátt að óskir og viðbrögð almennings fengi farveg. Þar brástu þetta að Alþingi með því að setja okkur ekki í stjórnarskrá með möguleika fyrir fólk að kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu, með möguleika fyrir fólk að hafna lögum og öðru slíku, og nú verður að setja fulltrúa lýðræðinu ákveðnar skorður vegna þess að það hefur sýnt okkur með mjög sársaukaföllum hætti að það veldur ekki þessu verkefni sem nútíminn kallar á. En svona bara spurningin, sko, við erum með svona kannski með Alþingi sem er svolítið svona, eins og ég segi, maður bara fær svona, eins og maður ná ekki andanum stundu þegar maður fylgist með því. Og hvernig getum við greitt þessu nýja Íslandi sem hefur verið talað leið? Já, ég hef talsveit velt þessu fyrir mér og ég bendi nú á, sko, við verðum bara að viðurkenna það. Við stöndum í þessum rústum gamla Íslands og verðum að reyna að ímynda okkur hvað er mögulegt og framkvæmanlegt til að byggja upp nýja Ísland. Og mér finnst vera tvær vörður framundan í því efni. Fyrsta lagi þegar skýrsla rannsóknarnefndarinnar kemur að hún fari ekki hefðbundna smjörklípu starfsemi. Það er að segja umræðu hefðin frá gamla Íslandi, hún ráði ekki för það hvernig rannsóknarnefndarskýrslan verður meðhöndluð. Hún þarf að fara út til þjóðarinnar, hún þarf að vera rædd, opinskátt og einlægt og menn þurfa að taka afleiðingunum af henni. Já. Hitt stóra málið, hinn möguleikin til að hreins út ný stjórnarskrá, það er að segja stjórnlagaþingið, en það er ekki nóg að setja bara eitthvað stjórnlagaþing þar sem að nokkri fulltrúar gömlu flokkana og handlangarar frá flokksformónunum sitja og ráða ráðum því að Alþingi og löngu búið að gefast upp á þessu verkefni, menn þurfa að hugsa það ferli alveg frá grunni og með miklu róttækari hætti heldur en mér hefur sýnst verið gert hingað til. Þetta er mjög erfitt ferli, en á samtímis þessu tvennu sem ég nefndi, það að segja hreinsunin og sköpunin á nýrri stjórnarskrá, þá getur Alþingi tekið meira frumkvæði heldur en það hefur sýnt að undanförnu. Ég veit að það er velmeinandi fólkin að þingi og það er eins og bíða alltaf eftir frumkvæði frá framkvæmdavaldinu þegar menn geta hafið ákveðnar umbætur á til dæmis ráðningum í opinbera stöður, skipan dómara. Alþingi getur tekið frumkvæði og ég spyr þessa 63, af hverju gerir þið það ekki og setið bara framkvæmdavaldinu leikreglurnar? Það gerist ekkert, menn bíða alltaf eftir skilaboðum ofan og það er þessi hugsun sem við erum orðin alin upp við, eins og maður sér í mörgum mannþróðum lýðræðisríkjum, það er alltaf beðið eftir stóra boss sem situr upp á toppinum. Og þetta er stóra meini hér í Afríku, þar sem ég situr og horf á stjórnmálin, menn bíða alltaf eftir að höfðinginn komi með reglurnar. Stefán, ég þakka þér fyrir þetta. Við byrjum að heilsa suður til Malaví. Þetta er búið í dag og eins og ég segi, þessi þáttur hefur verið aldrei óöfbundi. Við vorum með Eva Jolie og Alain á beinni línu frá París í gerfinetti, svo höfum við verið með símaviðtöl og þetta hefur verið að púsla saman hérna í þessari útsendingu. Ég bið velvinningar á því að þessi viðtöl á ensku, þau hafa ekki verið textuð, en þau verða textuð fyrir útsendinguna í kvöld, endursýninguna, og það verður svo sett á netið eins fljótt og hægt er. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að horfa á þáttinn.